Flestir þekkja og allir ættu að þekkja unaðslega náttúrufegurð Ásbyrgis og nágrennis, en ekki margir vita að á hverju sumri fá 80 sprækir drengir að njóta útivistar í þessari paradís í kristilegu uppeldisstarfi á drengjaheimilinu við Ástjörn. Það var stilltur og fagur ágúst morgun sjónvarpsmenn renndu í hlað til að heilsa upp á Boga Pétursson forstöðumann sem þarna hefur starfað í 42 ár. Hann stóð á pallinu með mandólin og var að vekja drengina sína með ljúfum tónum. Og velkomin til Ásjörnar. Kærlega fyrir. Það er kyrrðin hér. Já, hér ríkir alltaf friður. Já. Ertu að vekja drengina núna? Já, ég er einmitt í því starfi með þessu ágæta mandólini. Þá er ég að reyna að ræsa liðið, reyna að svæfi það og líka með því. Svo það er svolítið konstúrt að þeir spyrja stundum á morgnana hvort að ég sé að svæfa eða vekja. Já. Og vilja hann að fá vissu sín á því svona á morgnana hvort þetta sé ekki bara vitleysa, hvort þeir ekki að sofa lengur. Sofa lengur. Já, það er alltaf til í dæmina, menn finnst þeir þurfi aðeins lengri lúr. Já. Nú eru þetta 80 drengir. Hvað tekur þið langan tíma að koma þeim öllum svona á ról? Það tekur hálftíma. Klukkan 8:30 eru flestir komnir út í Maribú þar sem við kallum og höfum okkar morgunandakt. Já. Þið byrjið daginn á því? Já, við byrjum alltaf á því. Það var svona áður. Þá var þessi tími alltaf dauður, menn voru helst að berjast og bítast svona fram að morgunmatnum. Já. Eða fánanum réttara sagt. Já. Og þá fannst mér þessi tími fara illa og reynslan er svo að þetta er lang skemmtilegasta stundin úr deginu. Þarna eru þeir rólegir, þarna hafa þeir ekki svo að segja hleypt blóðinu neitt verulega á stað. Nei. Og eru svona afslappaður eftir nóttina. Já. Svo að þetta er, að mínum dómi þá er þetta lang besti tíminn til þess að tala við drengina. Já. Bogi, hvernig byggirðu upp morgun eða þessa morgunandakt eða morgunstund sem þú átt með drengjónum? Ég byggja hana alltaf upp á því sama. Ég reyna að finna einhver text á reikningunni. Já. En jafnframt því þá reyni ég að finna sögur sem er eitthvað svona í takt við textan. Já. Og þetta hefur mér tekist með því að útvega mér bækur sem að ég les og þetta er morgunandaktin, það er það fyrsta sem ég undirbý á morgnana. Ég fer hér upp klukkan 7 og þegar ég er svona búinn að þvo mér og raka þá byrja ég að undirbúa mig og það tekur svona 15-20 mínútur að undirbúa svona þátt. Já. Og ég er náttúrulega komin svolítið þjálfinn svolítið að ég kannast í orðið mikið þessum sögum og þess að lesa það mikið. Já. En samt er það svo að ég er orðinn það gamall að ég þarf að sitja á blað. Já. Því annars getur staðið illilega í manni. Já, og það er ekki gott framið fyrir 80 strákum. Nei, þeir verða að finna það að maður sé svo nokkurn veginn klára því sem maður er að segja. Já. Og þeir finna það strax. Já. Hvort að ég hef undirbúið mig ekki. Já. En eigum við þá nokkuð að tefja þig frá morgunandaktinni? Við kannski fáum að líta og koma með þér og fylgjast með þér og drengjónum í þessu morgunstarfi? Já, ég ætla að bjóða þig bara að líta inn. Gjörðu svo vel. Og strákarnir marsera á eftir Boga með stýrurnar í augunum, en yfir þeim hvílir ró eftir góða nætur hvíld. Og Bogi heldur áfram að spila fyrir þá, meðan þeir eru að koma sér fyrir og búa sig undir morgunandaktina. Sem að við höfum hugsað mikið í allt sumar. Þessi texti hann kunniði allir. Og þessi texti hann geymir það efni sem að ég tel mikilvægast fyrir ykkur að læra. Og áður en við syngjum þá skulum við segja þennan texta saman. Biðjið og
og yður mun gefast, leitið og hér munu finnast, knýið á og fyrir yður mun uppgötvun verða. Við ásjörnir vindi og unaða þá, umhverfi lagar með fjöllin sín blá, og fuglarnir glaðir þær kvaka á kvist, þeir kveðar Guðs handleiðslu síðast og fyrst. Það var einu sinni lítil stúlka, hún bjó bara út í sveit við pappa sínum og mömmu. En þarna sem þau áttu heima var svo erfitt að fá vatn. Og einn daginn var allt vatnið búið í brunninum. Og allir voru svo hryggir því að skepnurnar voru að deyja og þau vissi ekki hvernig þetta myndi enda. Þá sagði litla stúlkan, pabbi, en því ekki að biðja? Og svo krupuðu niður við litla fátæka rúmið sitt og fóru að biðja Guð. Ó, það virtist vera svo vonlítið. Þegar voru búin að biðja þá spratt litla stúlkan upp og hún sagði, nú ætla ég að fara út og veit hvort vatn ekki komið í brunninni. Og þá litu pabbi hennar og mamma hvort á annar og hugsuðu sem svo, já, svona eru börnin. Hún hljóp út af brunninum og hvað haldið hún hafi gert? Hún let stein detta ofan í brunninn, það var alveg rétt. Og hvað haldið hún hafi heyrt? Blups. Já, hún heyrði skvamm. Hvaða merki var það? Það var komið vatn í brunninn. Leið hún heyrði það, þá hljóp hún heim og sagði, pabbi, pabbi, vatnið er komið, Guð heyrði bæn okkar. Haldið hún hafi ekki verið glöð? Jú, þessi litla stúlka, hún var glöð vegna þess að hún fekk að reyna hversu gott það er að treysta þeim Guði sem hún hefði verið að biðja. Og það er það, strákar, sem við viljum endilega kenna ykkur hér, að þið eigið að biðja Guð þegar að treysta honum og ykkur er óhætt að gera það. Í gegnum 41 ár, strákar, þá höfum við hérna á Ástjörn fengið að reyna það að Guð svarar bæn. Þess vegna getum við staðfestað að við höfum fengið að reyna þetta sjálfir. Og þegar þú ferð heim, mundu þá að treysta Guði í bæn. Því að hann sagði, biðji og yður mun gefast. Takk fyrir þetta. Allt umhverfið og starfið er íslenskt og áður en strákarnir fá morgunhafragrautinn er fáninn hylltur. Það er Alli vinur þeirra, bróður, sonur Boga, sem gengur fremstur. Ísland er landið og ávallt þú geymir, Ísland í huga þér hvar sem þú ferð. Ísland er landið sem ungan þig dreymir, Ísland í vonana viltu þú sér. Ísland í sumarsins algræna skrúði, Ísland með blikandi norðljósa frá. Ressa
Og þá það loksins grauturinn. Og þá taka menn úr hressilega til matar síns og maður finnur að eftirvæntingin eftir enn einum dýrðardegi við störf og leik fer vaxandi. Ég þakka þér fyrir safaðið, bless hana í Jesú nafni. Amen. Já, það sprett úr spori. Sumir gefa sér ekki einu sinni tíma til að klæða sig í stígvélin. Það liggur svo mikið á að komast niður á vatni og ekki að undra. Ísland með blikandi norðljósa þrá. Ísland feðranna afrekum hrúði. Ísland foldinn sem Ástjörnin sjálf og skógurinn umhverfis hrein paradís. Sumir fara á árabáta, 3 í áhöfn, stundum 4. Allir með björgunarvesti og mjög strangar reglur eru gildandi það og ef einhver brýtur þessar reglur þá hann settur í bátsbann og það vilja menn ekki láta koma fyrir sig. Þér streymir, íslensk vonin af bjartsýni. Það leynir sér ekki að handtökin eru æfð. Íslensk vornóttin, albjört sem dagur. Íslensk Þarna gengur einn hásett borð, aðrir bíða eftir að komast að. Íslensk vísan. Nú, og þeir sem ekki sigla, þeir veiða. Í Ástjörn mikið og fjölskrúðugt líf og hornsíli eru aðal bráðir. Aldrei skal gleyma Íslandi helgar. Og það þarf hvorki stengur frá Hardy né Shakespeare til að veiða þarna. Frumkvöðullinn af Ástjarnarstarfinu var breski trúbróðinn og breski ræðismaðurinn á Akureyri, Arthur Cook, og svo Sæmundur Jóhannesson. Cook sem starfaði á Akureyri í 55 ár fór til Sigríðar Axelsdóttur að Ási árið 1946 til að biðja hann land fyrir sumarbúðir. Sigríður svaraði því til að hún hefði öllum neitað land en hún gæti ekki neitað börnunum. Það var sjónarhæðarsöfnuðurinn á Akureyri sem Cook stofnaði sem hóf reksturinn og sér hann þótt söfnuðurinn sé ekki lengur fjölmennur. Fyrst voru þarna bæði stúlkur og piltar en stúlkunum fækkaði með árunum þar til aðeins urðu drengir eftir og þannig hefur það verið síðustu áratugi.